Jólastaðan. Ég segi það fundir settan. Góðan daginn, ég heiti Pálmar og... Blessaði, Pálmsi. Við hjá Onyx erum búin að vera að fara yfir núverandi stýrikerfi í tölvunum ykkar og tölvubúnaðinn sjálfan og okkur fannst þurfa komin tími á uppfærslu. Þannig til að byrja með þá vorum við að skoða tölvunar í fyrirtækjum ykkar og skrifstofunum og það geta bara uppfært sig Windows 8 stýrikerfið meðan öll önnur stórfyrirtæki... Þetta lítur pínu út svo tippi. Ha? Þarna, 3 súlur, einlangarn í miðunni, hreinn og skýr skaufi. Haltu bara áfram. Já, svo er það Office pakkinn, hann er það nokkrum árum eftir miðað við önnur fyrirtæki en það er ekkert mál þar að redda því, við þurfum bara að uppfæra. Hlustar á dubstep? Nei. Gauður, you're missing out, sko, ég meina, það er alltaf fólki sem vil meina að það sé ekki lengur relevant og allt það, sko, en það er bara rugl, sko, ég meina, Mr. Donkeysaurus er the shit, ég meina, það er eitthvað með hann sem byrjar svona Mr. Donkeysaurus, alveg, fucking frábært. Mætti ég inn á? Og svo var það ETM tímabilið, oh my god, það sem að öll lög þurftu að vera með droppi. Sjóðin saknaði þess. Haltu bara áfram. Já. Og svo erum mikið að vinna með SafeSpec innskráningarkerfið. Hvað sagðirðu? SafeSpec. Hvað slags nafn er það eiginlega? Hvað er þetta kemur úr Ben 10 eða? Hver er eiginlega sem þessu nafn? Var það eitthvað fleira á? Nei, þetta var eiginlega alltaf helsta. Við bjóðum upp á uppsetningu meðal annars nýjustu gerðir af tölvunum og Hvað? Það er ekki að lækka aðeins. Já, og hvað myndið þið vilja fá mikið fyrir þetta? Þetta fer upp í 6,2. Það því miður fer yfir fjárhagsáætlun okkar í að bæta tölvukerfin. Við erum alveg opin til að rökgræða málið. Við förum ekki yfir 5,3. 5,8? Gerið það. Þetta myndi hjálpa okkur fyrirtækinu ógeðslega mikið. Það er búið að vera smá vesen með viðskiptavini og þetta myndi hjálpa okkur ótrúlega. Við ætlum að taka stutta kaffipásu. Ok, já. Hæ, já, góðan daginn, já, nei, þeim líst ekkert sérstaklega á boðið, nei, ég veit ekki, þegar hann alltaf eitthvað að trufla, ég held að sé litli bróðir hennar, mér finnst það alveg líklegt að við förum á hausinn. Já, nei, ég læti auðvitað vita, já, ok, já, bye. Búin að eyða allt og mikið peningum í að bæta einhverjar skemmdir. Sko, hann er að setja okkur á hausinn nú þegar. Já, svo Fyrirtæki hefur ekki efni á þessu, bara eins og er. Nei, já, svo er þetta tiltölulega nýtt fyrirtæki sem er komin til okkar óstabílt út ekkert. Hversu traustvekjandi, hversu traust þetta er. Blessaði, Pamsi. Já, hæ. Heyrðu, ég var að pæla það. Hvað ertu eiginlega að reyna að selja þarna inni? Ha?
Já, ég var ekki að hlusta. Ég var að reyna að bæta tölvubúnaðinn í fyrirtækinu hennar. Hvað þýðir það? Þannig ég var að reyna að styrkja tölvubúnaðinn og hraðan á tölvunum í fyrirtækinu hjá forstjóranum. Einmitt. Og hvernig er það að ganga? Ég veit það ekki. Heyrðu, hvað finnst þér eiginlega mig? Hvað meinarðu? Bara, þú veist, sem gæja. Er ég leiðilegur, er ég skemmtilegur? Ég er bara að pæla í svona first impression. Já, nei, ég var alveg séð verri, sko. Þú ert fínn, svallegur. Þú ert fínn, Pálmsi. Já, takk, sömuleiðis. Við höfum farið yfir tilboðið ykkar og því miður getum við ekki samþykkt það eins og staðan er núna. Okkur þykir þetta leitt. 5,5. Við því miður förum ekki yfir 5,3. Gerið það, bara breyta eina skipti. Við förum ekki yfir 5,3. Auðvitað gerum við það. Það er fullt af peningum í heiminum. Og nokkuð mikið af þeim pening er í okkar höndum. Þannig ég sé engan skaða í því að nota eitthvað af þeim pening til þess að splæsa nýjan tölvubúnað hérna. Hvað er að því? Þetta er nú aðeins flóknara en það, Baldur. Algebra er flókin. Pólitík er flókin. Ég veit ekki einu sinni hvað þetta fyrirtæki er að framleiða í guðanna bænum. Þannig ef ég segi skilja eitthvað, þá meina ég það. Pálmsi? Ég samt ekki tilboðið. Nei. Nei? Þú segir nei, ja. Þú gleymir stöðinni, Helena! Þú átt ekkert af fyrirtæki! Ég á það! Heyrðu það? Ég! Eina ástæða fyrir því og hvernig þú ert hérna er til að rökra samningana! Þitt orð hefur ekkert á móti mínu! Annars skilið! Já. Hvernig brást þú þig nefnið? Ég varð fyrir hurð. Þú myndir ekki bara að ljúga fólki og segja að yfirmaður þinn hafi haft eitthvað með þetta að gera, er það? Nei. Rífið þetta upp. Alls ekki þetta, Pálmsi. En ég er samt mjög sáttur með tilboðið og hlakka til að vinna með þér. Gleðst það. Mr. Donkey Sword. Ready?